Fanndís, til hamingju með sigurinn, 2 mörk. Hvernig líður leikmann eftir svona leik? Bara ljómandi vel og þakka þér fyrir. Þetta var skemmtilega leikur. Hverju viltu þakka þennan sigur? Liðsfélögunum sjálfsögðu. En þú sjálf? Ég sjálf, ég vil þakka liðsfélögunum. Varstu ánægð með leikinn? Já, mjög. Við spilum oft mjög vel á köflum og gerðum þetta bara vel. Skipulega og hvað gefur svona sigur gegn Íslandsmeisturum liðinu? Það gefur manni hellinga egobústi í þetta undirbúningstímabil og loksins fáum við alveg leik, klárum hann vel, þannig að það er bara mjög gott. Hvað tekur núna við? Það er bara landsliðið á mánudaginn, maður sér því og svo kemur heim og fá Lengjubikarinn aftur. Það er bara þakka þér fyrir og gangið vel á Algarve. Takk sem þess. Þorsteinn, til hamingju með sigurinn. Hverju viltu þakka þennan árangur? Takk fyrir það. Þetta er svona bara, heilt yfir voru bara svona liðið allt var svona jafnt og gott. Þétt og kannski gáum ekki mörg færi okkur en einhver. Hvað tekur þjálfarinn út úr svona leik? Það er svona ákveðin hlut sem að tekur út. Kannski fyrst og fremst í byrjun var svona svolítið stress í liðinu, svona aðeins með ró á boltanum. Svo svona þegar það fór að ganga þá komu fínir spilkaflar, góði sóknarmöguleikar og við náðum að opna það ágætlega, einhver fín færi. Hvað tekur núna við? Núna bara að halda æfingar áfram. Landsliðið reyndar að fara út, að fara 4 frá okkur en við náttúrulega haldum áfram að æfa og undirbúa okkur undir framhaldið og spilum líka á meðan þær eru út og allt það. Hvernig leggur upp svona æfingarnar fram að Íslandsmóti til að svona liði topp á réttum tíma? Við erum bara að vinna í raunverulega svona öllum þáttum þjálfurinnar, taktík, tækni, þreki, styrk, reynir svona að blanda þið saman. Það er svona álagið er nokkuð mikið núna og svona stífustu kaflarnir eru raunverulega kannski akkurat núna í álaginu. Nú verðum við frekar stóran hóp. Hvaða vandamál eða tækifæri bjóðast með svona stóran hóp? Stór og sterkur hópur gefur bara betri möguleika á sterkari liði og fleiri möguleika til að breyta til og breyta hlutum í leikjum og eykur líka gæða æfingum og gerir þá bara alla leikina sterkari. Var eitthvað sem kom þér óvart hjá Stjörnuliðinu í þessum leik? Nei, kannski ekki. Ég alveg segja annars vegar. Ég hef ekki séð Stjörnuna spila í vetur eða síðasta sumar. Það var aldrei spilað síðasta sumar. Þannig ég þekkti að raunleiki neitt og kom svolítið blint í sjónum með það. En ég var aðalega reyndar að horfa á mitt lið. Svona stærstu hluta sem ég var að spá í. Ég var rosalega lítið að hugsa hvað þær væru nákvæmlega.